Kopar smiðurinn, þjóðhæginn, sá þörf heillar sveitar borgið í vanda smíði. Í návist smiðsins og bóndans Sigurjóns í Hvammi sjáum við ýmsa hluti sem vinnulúnar hendur hans hafa skapað á löngum tíma. Sykurtangir, koparhefil, koparreislu, tópaksbauk, steypumót, hverfihjól, rafstöðvar. Brotamálmur breytist í gagnlega hluti. Hvernig verða þeir til? Bóndinn handleikur smíðahníf sinn, snildarverk eigin handa. Smíðað er trémót að sykurtöngum sem steypast eiga úr kopar. Engin smíðalíti mega sjást á mótinu sem nota skal til steypunar. Umbúðir, steypusands, flöskurnar, tréstokkar koma við sögu. Í þá neðri fyllta sandi eru trémótin sett. Ljóst duft er sett yfir sandin til að mynda skil milli trésstokkanna. Í framhaldi verks, áður gegndi líknarbelgur sama hlutverki. Flöskurnar eru tengdar saman og svo efri er kúffyllt steypusandi þjöppuðum saman svo sem best má verða. Steypusand fengu koparsmiðir á Suðurlandi úr Kötlusandi blönduðum reyðingsösku. Rennilok er að lokum fellt yfir sandinn. Brunnin gafl vitnar fyrir not. Flöskurnar eru skildar að og trémótin tekin brottu. Eftir er holrúm fyrir bráðinn málminn sem í þau skal rennt. Loftrásir eru gerðar í sandinn til að fyrirbyggja steypugalla. Þar rauður loginn brann, kopar deglan glóð hittnar í glöðum loga, harður málmur rennur sundur. Hér er svo heitum kopar hellt í sand, hraði og öryggi auðkenna verkið. Nú eru flöskurnar aðskildar, hefur verkið heppnast. Hvað býr hér undir? Sandurinn er hreinsaður frá koparsteypunni, nýsmíði, heilsteypt, samanhangandi, sér dagsins ljós, hér kló sá er kunni. Í vændum eru hlutir sem gegna í senn hlutverki gagns og listar.